og velkomin aftur. Í góðu kvæði segir höfum við gengið til góðs götuna fram eftir og svo framvegis. Næstu helgi verður örugglega einhverjir sem ganga til góðs en meiningin samt að hlaupa til góðs. Ég með 2 fallega einstaklinga hérna í sófanum hjá mér sem ætla að gera einmitt það. Það eru þau Hildur Bolladóttir og Jón Rögnvaldsson. Verið hjartanlega velkomin. Takk kærlega. Takk fyrir. Mikið gott að fá okkur að sjá okkur. Sömuleiðis. Sömuleiðis, ævinlega. Það stendur mikið til næstu helgi. Já. Þið ætlið að spretta úr spori. Já, stefnum að því. Nú bara að fara að máta skóna, reima það á sig. Já, þú ert komin í þína. Ég ætla reyndar ekki að hlaupa þessu. Þetta er bara svona gellu skór, sko. Já. Það verður alveg deppun á hinum, sko, sem ég fer á. Þið ætlið sem sagt að fara að taka þátt í Reykjavíkur maraþoninu. Já, við gera það. Já. Algjörlega og bara hlaupa fyrir gott málefni. Já. Það er, sko, ég nú reyndar, ég man nú ekki hvaða skipti þetta sem ég tek þátt í Reykjavíkur maraþoni. Ég hef nú hlaupið áður en að þetta fór að verða áheita hlaup. En svo sannarlega það einhvern veginn meira virði þegar maður fer að upplifa það að maður getur hlaupið til góðs. Já, og vakið athygli á sko ákveðnum málaflokkum og málefnum og mannúðarmálum og náttúrulega náða að safna svolítið pening í sko mörgum tilvikum þá bara munar bara hvern 10.000 kall sem að kemur inn í ýmis störf sko sem að byggja bara á styrkjum og frjálsum framlögum. Sko. Nákvæmlega og þetta náttúrulega ótrúlega tölur. Ég var aðeins að skoða þetta. Áheitasöfnunin hefst 2006, þetta er 16 ára gamalt og þetta er komið vel yfir milljarður sem hafa safnast á þessum 16 árum. Já. Samtals. Þetta er náttúrulega, þetta er stórkostlegt. Þannig að þið eru sannarlega að hlaupa fyrir æðri tilgang en eigin heilsu þó að það sé hún góð. En Jón, þú hefur hlaupið áður, Hildur, hefur þú hlaupið áður? Já, ég hef hlaupið áður. Þetta held í 7. eða 8. skipti af þessu ekki Reykjavík hérna 20 og 21 út af einhverju. En var búinn að hlaupa áður og fór fyrst 2015 og ég verið að hlaupa fyrir nokkur stór hópur fyrir barnabarnið mitt, Mikael Smára. Já. Og stofnuðum sjóð, hann greindist langveikur þegar hann var 3 ára. Og hann var stofnað sjóður til þess að reyna svona að létta honum lífið og foreldrunum og þessu öllu saman og við höfum þetta hefur verið fjáröflun. Þetta er fjáröflun? Þetta er fjáröflun. Og svona aðal staðista atriði er náttúrulega þetta fyrir utan að gera eitthvað skemmtilegt er að reka sko hjólastólabíl sem hann þarf orðið. Já. Semst keyptum, hann býr út í Danmörku, sveitarfélagið þar kaupir bílinn að hluta. Foreldrarnir þurfa fjármagna hluta og við höfum séð þá hlið. Já. Semst að kaupa bílinn og reka hann. Og það er gert svona. Alfarið með þessum framlögum? Já, það hefur dugað til. Þetta er stórkostlegt. Þetta er mjög skemmtilegt sko. Þetta er mjög skemmtilegt. Og þetta er skemmtilega einfalt. Já. Þú getur bara farið inn á reykjavíkurmarathon.is og þú getur skráðið þar og farið að hlaupa og það er enginn sem spyr þig að því hvort þú hafir einhvern tímann hlaupið eða hvort þú getur eitthvað eða. Nei, það er engar síur. Það er engar síur, þú bara ferð. Síðan bara mætið þú á ráspunktinn og reynir að vera ekki fyrir þegar þessi sem kunna að hlaupa að fara sko. Og eldir bara það getur skipt hvar þú byrjar sko. Það er alveg þannig. Það er alveg þannig. Reyndar, já. Þannig að það er gott að hafa pínur rýmisgrind. Já, sko, það er raunir beðun og þú hafir ákveð innsæi í getu þína þegar þú skráir þig sko. Hvað þú þurfir langan tíma og hvar þú ætlar að byrja við rásmarkið sko. Og ég viðurkenni alveg það, ég hef svona aðeins þetta takast á sjálfsmynd mína varðandi það að vera sko raunsæ og keppnisskapið sko. Að fara ekki fremst meðal þeirra sem eru raunverulega í keppni sko. Og hafa eitthvað séns, eins og Kári Steinn og eitthvað svona sko, sem eru bara atvinnuhlauparar sko. Já, eða Arnar Pétursson, ég ákvað að harka mér 1 ára og fór hálfmaraþon. Já. Og svo þegar ég er alveg að koma í mark, það er bara, ég sá markið sko, það var hérna rétt framöndan, þá kemur undanfari á hjóli og svo ég gefi pláss, fyrstu maraþonhlauparinn að koma og það alltaf færiðist öll gatan alveg til sko og kom pláss og ég hugsa með mér, ég lít hann á þessu, hann er ennþá eftir mér, koma með honum í mark, svo sveif hann bara fram úr og ég dólaði þarna eftir sko, það var ekkert pláss en þá var hann búið með 42 sko, ég var að verða búið með 21, þannig að
En þú var samt að vera búið með 21. Ég tek hattina af, sko. Já. Hvað ætlar að hlaupa langt, Hildur? Ég hef alltaf bara hlaupið 10. Já. Og hérna, það ekki bara. Ég hafði einu sinni það markmið að einhvern tíðan færi í hálfmaraþon, en svo bara með aldri og reynslu og kannski auknu þroska, þá hef ég bara séð að ég kannski ekki beinlínis með skrokk fyrir eitthvað rosalegt langhlaup og ég vil freka geta hlaupið alveg fram undir 8 og þá bara fínt að hlaupa bara styttri vegalengdir í einu en hlaupa oftar, ég hleyp oft. Ég er búin að hlaupa alveg síðan ég var 18 ára eða 17 ára eða eitthvað svona að fara út að hlaupa og ég hleyp oft í viku en ég hleyp aldrei eitthvað rosalega langt en 10 kilometrar bara fínt og ég ræði mjög vel við það. En þetta skynnsemi þá getur þú farið oftar í Reykjavíkurmaraþon og safnað oftar. Nákvæmlega. En hvaða málefni ert þú að vekja og safna fyrir? Ég er að vekja athygli eða bara taka þátt, við erum alveg 20 hlauparar sem erum að fara að hlaupa fyrir Örninn sem að starf fyrir börn og ungmenni á aldrinu 9 til 17 ára og mun síðan hækka því að þetta starf er búið að vera núna í nokkur ár þannig að þá fara að bæta við starfi fyrir 18 ára og eldri reyndar, það er í farvatninu. Og fylgja þá áfram þeim sem að... Já, þetta er fyrir ungmenni sem hafa mist foreldri eða annan náinn ástvin og þetta eru yfirleitt börn sem hafa mist foreldri eða systkini. Og þetta hefur haft sína bækistöðar í Vídalískirkju í Garðabæ, alveg frá upphafi og séra Matthildur Bjarnadóttir hefur haldið utan þetta starf en í samstarfi við sjálfboðaliða og ýmist annað fagfólk, ekki bara presta, heldur það hafa komið listterapistar, sjúkraþjálfarar og alls konar sálfræðingar og alls konar fólk inn í þetta starf og þetta er sem sagt svona sorgarúrvinnslu starf fyrir börn á þessum aldri þar sem þau hitta jafningja, jafnaldra, spegla sig í reynslunni, átta sig á því að þau eru ekki ein með sína tilfinningar og hugsanir, eignast þarna dýrmæta vináttu, margir búin að vera í þessu núna í nokkur ár þannig að þau eru að stækka og þroskast saman og það er nú þannig í sorginni þú ert barn að þú ert alltaf að takast á við nýjar áskoranir í sorginni þegar þú kemst upp á nýtt þroskastig auðvitað. Það er annað að missa þegar maður er fullorðin og búin að ná okkur stöðuleika í þroska eða það segja maður er fullorðin manneskja en að vera barn sem missir foreldri þá ert alltaf að fá nýjar áskoranir, svo verður úlingur, þá koma fram nýjar spurningar og vangaveltur, svo kemur á menntaskólaaldur og þá koma nýjar áskoranir og svo framvegis. Þetta starf er starf í Reykjavík en það er líka komið hingað til Akureyrar. Og ég á svona fleiri prestum og sjálfboðaliðum og fleirum eru með þetta líka hér þannig að það komi nú fram. Já, akkurat. Og okkur, ég meina við erum bara að reka þetta mest á styrkjum þannig að það munar mjög mikið fyrir okkur að fá styrk inn í þetta. Og það er hægt að fræðast meira þetta á arnarvangir.is og mér langar bara að segja af því að ég fæði þetta ekki verið ef það er fólk að horfa sem að geti séð fyrir sér að börn þeirra eða barnabörn hefðu not fyrir þessa þjónustu, þá er þetta að hafa samband við mig, ég get þá komið viðkomandi ef þetta er í Reykjavík áleiðis til þeirra sem eru þar og svo framvegis. Og ef fólk er hér þá getur það haft beint samband við mig og ég komið inn í starfið. Þannig að þetta er sína sig sem alveg ótrúlega dýrmætt starf. Já, þetta er það, ég get vitnað það. Já. Og við verðum alveg 20 hlauparar sem hlaupum í þessu og fyrir þetta og já, þannig að það væri voða en það eru auðvitað svo, ég skil líka, þú veist, maður er alveg full að auglýsa þetta svo veit maður það er svo margir. En ég meina, og það náttúrulega bara kemur okkur við sem að erum ykkur þakklátt fyrir að hlaupa og vekja athygli og safna í þágu þessara dýrmætu og mikilvægu málefna eins að ég fer ekki að hlaupa en ég get þá allavega, þú veist, tekið upp úr ásvarsanum og styrkt. Og það er svo mörg málefni eins og þú segir, Jón, sem að reiða sig fullkomlega á þessi framlög. Þetta eru mjög margir, alveg ótrúlega margir aðalar reyndar sem reiða sig á þetta að einhverju eða öllu leyti. Og maður hefði kannski, maður bara gerir sér ekki grein fyrir því hvað fjöldi þetta er finnir maður bara leggst yfir það og fer að stúdera að það er eins og þú segir, það eru allir líkamspartar og allt undir sem er verið að styrkja og styðja rannsóknir á eða einhverja endurbætur eða eitthvað þannig að þetta er ótrúlega flóra sem að
ótrúlega gott málefni. Það sem er hægt að styrkja, mörg góð málefni réttar að segja sem hægt er að styrkja þarna. Sko. Já, algjörlega og við þekkjum öll einhvern og örugglega marga sem að tikka í mörg þarna bóksins og þú veist eins og þú segir, það er allir líkaminn undir, það er heimurinn undir, samtökin 78, það er hérna hjálparstarfið, alls konar minningarsjóðir, geðheilbrigðismálin, ADHD, fíknisjúkdómar, afleiðingar ofbeldis, Píeta, sjálfsvís, forvarnarstarf. Það er bara öll mennskan undir. Já, það er einlega einfaldast að segja þannig að gleyma engum, sko. Það er akkurat þannig. Þetta er predikun á fótum, sko, þú veist, þessi þetta hlaup, sko, ég segi það alltaf, þetta er besta predikun ársins sem flutt er, sko. Dásamlegt. Ásta, þakki fyrir kominu og takk fyrir að hlaupa. Takk sem leiðis. Takk fyrir okkur. Takk fyrir að styrkja okkur. Já. Og við hvetjum ykkur öll sem að heima sitjið að láta gott að ykkur leiða sömu leiðis. Þó við sitjum þá getum við gert það.